Já, ætlum aðeins að fara í spennustýringar. Hún kemur hér. Ætlum bara að byrja hérna á rifið þetta aðeins upp. Spennibreytir, forvaf, 280 volt, stungið sambandi einstöngum. Spennirinn mörguvaf hér, kallað forvaf, og hér eftirvaf fávaf hér, sem er bara 20/1 cirka. Og þá fáum við cirka 12 volt AC út, alveg eins merkið er hér. Merkið inn hérna er bara mjög stórt AC, svona, og hérna út er það bara svona lítið. AC þýðir alternating current, rafmagnið fer sem plúsið hérna, hann fyrir þessa áttina, hann fyrir hérna upp, en sem er undir nullinu, þetta hér er sem jörðin eða nullið þarna, merkið undir fyrir hinn áttina. Það er rafmagnið að fara hérna fram og tilbaka. Það heitir AC. Afriðisbrúin, hún sér það að rafmagnið fer alltaf í sömu átt. Það fer hérna niður, hér svona, plusinn, og þú getur miður fyrir hérna, þá er hún stýrt hingað upp, áttinni breytt, og það fer hér, niður líka. Þannig að merkið út er svona, hér er nullið, eins og hérna, en nú er ekkert merkið sem fer í hinn áttina, engin mínus. Mínusin hér snýst upp og eru hér pluss, bara alltaf sama átt. En þetta er svona rippill eða bylgja, hér er ekkert ljós, þetta er pera, hér er ekkert ljós á perunni, hér er hámarksljósið, hámarksspenna, hámarksstraumur, ekkert ljós hér. Þannig að hér setur við þétti, hann er forðabúr, hann hleðst upp á rafeindum hérna við hámarkið á spennunni, þá fyllist hann af rafeindum, svo fækkar rafeindunum hérna í rásinni, eða þessi bylgjunni, mér ekki neitt, og þá tekur þéttirinn við og skaffar rafeindir hérna á milli. Þannig að við höfum sveiflusjá hérna yfir, þetta merkir án þéttis, þetta er með þétti. Það er svona smá rippill á þessu, þetta er ekki alveg ekki svona. Þetta er sem sagt, kemur svona rippill hérna, niður og aðeins upp og niður og upp þegar hann hleðst upp og niður. Þetta er kallað sagtönn. Þetta er merkið sem við sjáum á skópunu, sveiflusjáni hérna, með þéttinum. Við myndum 2 volt á þéttin, þá var þetta helmingi minna, því þá hefur við helmingi meira rafeindum til að fara hérna á milli. Þannig að þetta er merkið sem við erum með núna. Og nú ætlum við að tengja hérna spennuregla, við kallaði regulator. Við ætlum að byrja á svona gamla línulega 7812 seríunni og hann gefur þá út 12 volt DC. Nú færum við peruna og setjum hana hérna á milli eða yfir. Þetta er svona, þetta er 3 pinnar ás, pinni 1 er hér, pinni 2 er hér og pinni 3 er hér. Þetta er ground. Þetta er in og þetta er out. Ef þið farið á datasheet og sláðið 7812 þá fáið þið þetta. Og þessi rás, það er að segja 12 þýðir bara 12 volt út. Ef þetta væri 18, þá verður 18 volt út. Þetta er að teikna svona bara 78XX. Tölurnar hérna, þetta er spenna út. Spenna út. Það er til 79 líka. Rúpan út. 79XX er mínus. Ef við varum að nota mínusinn, sem útgangsmerki sem væri þá þessi hérna punktur hér, þá notum við 79. En nú erum við bara með 78. Notum bara plussinn. Og hann þarf að hafa cirka 3 voltum hærra hér en hér. Það fer bara í vinnsluna inn í honum, það verður að vera spennu munur yfir hann. Þannig að við getum sagt sem svo 7812 serían er 12 volt út, 12 volt út og inn, spennan inn, inn er cirka, segjum bara 15 til 27 volt. Þetta er spennan sem það að vera inn í hann svo að vinni. Og max út, straumurinn út úr honum, er cirka bara 1 ampere. Cirka 1 ampere. Þannig að við þurfum að skaffa hann rafmagn, hérna, cirka þetta hérna, og áttu ykkur á því eftir sem er hærra DC-ið hér. Og þið munið að afli margfeldi á spennu og straum. Og þá fellur yfir hann hærri spenna, þegar hér er alltaf pluss 12 volt. Hérna sé bara 23 volt, hérna inn. Þá sjá það er 11 volt yfir hann. 12 mínus 23 er 11 volt niður. 1 ampere og 1 ampere sinnum 11 volt, þá er það 11 watt, þannig hittir hann 11 watt. Eða bara 15 volt inn á hann, þá
þá er bara 3 voltum hærra og það er bara 3001 ampere og það er bara 3 watt. Þannig að þegar þið fyrir að hanna rásir, reynið að hafa DC-ið hér ekki óþarlega hátt svo hann hitni sem minnst. Þannig skulum bara henda þessari rásu upp og prófa þetta.